Takk fyrir að vera hér til staðar og taka þátt í þessu. Það er svo margt sem er erfitt við þetta og þungbært og mér er þetta þungbært að finna hvernig minn vinahópur er klofinn, hvernig ég finna eitrað andrúmsloft hér og þar út af þessu því að það eru mjög sterkar skoðanir og umræðan er mjög grimm og það sem að vekur athygli mína er að hún tekur eiginlega aldrei á því sem að raunverulega þetta snýst um. Menn fara að tala um vexti, menn fara að tala um einhver lífskjör inn í framtíðinni sem þeir vita ekkert um. Við vitum ekkert um framtíðina yfirleitt í nákvæmlega hvernig kaupin munu gerast á eyrinni. Það ræðst kannski miklu meira við Persaflóa um það heldur en nákvæmlega í þessu máli. Í þessu máli sannfærum við engan með umræðinu um lífskjör og við sannfærum engan með umræðinu það að þar með muni hagkerfi verða svo miklu skilvirkara. Þetta snýst afstöðu og það snýst hugsjónir og það er þær sem við eigum að ræða um. Þetta snýst annars vegar þær hugsjónir að vilja halda á bara í þessa gömlu þjóðernisrómantík að þjóðir séu fullvalda. Auðvitað hefur margt breyst í fullveldishugtakinu frá því að það kom fram á 17. öld en grunnurinn er sá sami og við erum að vera ófeimin að tala um þetta á þeim jákvæðu nótum að við trúum að Ísland geti stýrt sér sjálf. Það þótti ekki sjálfgefið og sjálfsagt árið 1918 og það er það heldur ekki endilega núna en það er samt eitthvað sem við erum til í að berjast fyrir. Mér finnst menn að vera feimni við þetta, þess vegna var ég svo ánægður með heitið á þessum samtökum, vegna sem ég finnst það akkurat vísa í þessa réttu átt. Ég er líka félagi í Heimssýn og hefur verið þar mjög lengi og virkur á tímabilum, mismikið eftir hvað ég hef haft mikinn tíma og tel þetta allt saman mikilvægt í þessari baráttu. Við þurfum umfram allt núna á lokasprettinum að vera málefnaleg. Og við þurfum að gæta okkar á skítkastinu, við þurfum að gæta okkar á því að ganga ekki yfir fólk þó það hafi aðra skoðun og virða hina skoðun. Og við skulum ekki vera að gera grína því að hún sé bara einhver vitleysa. Þannig er það aldrei. Það er auðvitað þannig, skoðum aðeins söguna. Á sínum tíma þá var íslenska ríkisstjórnin ekki tilbúin til að gefa Bretanum leyfi til að hernema landið í byrjun heimsstyrjaldarinnar. Eftir á voru flestir fegnir að Bretarnir komu samt. Heimurinn er ekki svarthvítur og þetta er ekki alltaf einfalt að segja hvað var nákvæmlega rétt. En þarna hafði íslenska þjóðin örugglega svolítið rangt fyrir sér vegna þess að það var betra að tilheyra því liði sem Bretarnir tilheyrðu og Bandaríkjamenn á þeim tíma heldur en hinu liðinu í seinni heimsstyrjöldinni. Og fyrir mörgum af þeim sem eru hvað ákafastir í því að við eigum að ganga í Evrópusambandið, þá eru þeir enn í þessum sömu skotgröfum og þeir sjá þetta sem svo að við eigum að tilheyra. Að mínu viti þá sjá þeir ekki alla myndina. Þá loka þeir augunum fyrir kannski stærsta og alvarlegasta þættinum í þessari mynd. Það er ekki nákvæmlega hvort það yrði efnahagslega betra fyrir okkur Íslendinga að axla þá ábyrgð að vera sérst með í Evrópuklúbbinum. Heldur er það í rauninni að við vitum ekki hver Evrópuklúbbur morgundagsins er. Þegar menn segja að þeir vilji komast í skjól og tilheyra einhverju stóru og öruggu með því að fara inn í Evrópu, þá eru það svolítið glámskygnir. Sama glámskygni hefur auðvitað ríkt gagnvart því að halla sér að Bandaríkjunum og allir sjá nú hvernig Bandaríkin eru í dag og það er ekki gott að halla sér að þeim og verða kannski þáttakendur í því að leggja undir okkur Grænland, þáttakendur í því að Bandaríkin leggja undir sig Grænland. Það er ekkit endilega gott að halla sér að stóru klíkunni á skólalóðinni
Og heimurinn ekki aldrei neitt annað eða merkilegra heldur en eitthvað skólanum. Látum ekki telja okkur trú það. Þetta þannig. Og þegar menn segja að þeir sjáu þá öryggið einmitt núna vegna þína válegu tíma með Bandaríkjamenn gengna gjörsamlega af göflunum, að þá sé svo gott að fara inn í faðm Evrópusambandsins, þá horfa þeir fram hjá því að akkurat í Evrópu núna styrkur jaðarsettra hægriflokka sem við vitum ekkert alveg hvert stíga, kannski ekki, það of í lagt að segja þeir séu allir fasískir, en þeir daðra mjög margir við fasisman, og styrkur þessara flokka heilt yfir Evrópu jafn mikill og hann var í Þýskalandi Weimarlýðveldisins. Og hvernig það Evrópusamband þegar þessi öfl verða búin að ná Frakklandi og Þýskalandi? Verður þetta góða og mikla skjól sem menn hafa látið sig dreyma Og svo kemur líka hitt sem má ekki gleyma. Skjól fyrir hverju? Af hverju höldum við að við eigum alltaf að leita í skjól þeirra stóru á skólalóðinni? Við munum alveg að því við höfum öll verið í skóla að þeim farnaðast alltaf best sem voru ekkert að beygja sig fyrir klíkon. Og við eigum alveg í þessari heimsmynd sem við lifum í, þar höfum við alveg þessa gæja líka. Svisslendingar hafa aldrei beygt sig fyrir neinum. Þeir bara þarna, inn í miðri súpunni og bara beygja sig aldrei. Bara þar sem þeir og fara sínu fram. Það enginn að láta sér detta í hug að það sé vegna þess að í Sviss sé einhver einasta maður skráður í heri. Það skiptir engu máli. Hvort þú skráir einhvern einasta mann í herin í svona pínulitlu ríki, eða hvort einasta maður eigi byssu. Það ekki það sem máli skiptir. Það sem máli skiptir það að þeir bara halda sjálfstæði. Ef að stórveldin í seinni heimsstyrjöldinni hefðu virkilega ætlað yfir þá, öxulveldin, þá hefðu þeir getað það. En þeir gerðu það ekki. Og það á þessum nótum sem við þurfum að sjá veröldina. Og við þurfum líka að velta fyrir okkur allri þessari blekkjandi umræðum það hvað umsóknin núna Og því hefur verið haldið fram að þetta sé í rauninni ekkit meira heldur en að ráða sig í vinnu og maður geti alltaf athugað hvaða kjör bjóðast. En það greinlegt að þeir sem setja þessa umræðu fram, þeir hafa aldrei rekið svo mikið sem eina bókabúð. Og eins og jafnvel við smákapitalistarnir, við segjum engum hvaða kaup og kjör hann fær endanlega nema hann ætla að fara að vinna hjá. Við segjum engum sem að svona tala við, sem líka að tala við Kjartan Björnsson og aðtóa hvort það var ekki bara betra að vera klippari hjá Kjartani heldur bóksali hjá mér, þá segjum við þetta ekki neitt. Og það bara ein samlíking sem ég finnst, að því menn vilja einfalda þetta, hvað er að gerast og menn segja að þetta bara eins og að kaupa bíl eða ráða sig í vinnu eða kaupa hús. Það reynda þannig að þú getur aldrei fengið, og það þekkja nú hvert mannsbarn, þú getur aldrei fengið að vita hvað húsið raunverulega kostar nema þú skuldbindið þig til að kaupa það á því verði. Og þannig auðvitað samningar við Evrópusambandið. Við getum aldrei kíkt í pakkan, við getum aldrei fengið að vita hvernig pakkin nema með því að skrifa undir. Og það gildran sem ríkisstjórnin að leiða þjóðina í, að með því að hún segi já, þá hefur ríkisstjórnin leyfi til þess að ganga í Evrópusambandið. Það verður engin seinni kosning. Það útilokað að halda seinni kosningu. Segjum sér svo að Evrópusambandið bara gefi heilmikið eftir, láta okkur fá heilmikið, það þeim ekkit svo óskaplega dýrt vegna sem þeir geta alltaf breytt í. Þeir muni Lissabonsáttmálinn, hann var alltaf öðruvísi en Maastricht-sáttmáli sem menn skrifuð undir. Það alltaf hægt í Evrópusambandinu að breyta samningunum eftir á. Og þannig hefur samningurinn líka breyst eftir á. En þeir gætu aldrei búið til þannig samning við eitthvað sem væri bara að skoða. Það blekkingin algjör. Það sem raunverulega að gerast
er eins og er ævintýri sem allir hérna inni kannast við, að við sem kannast við þekkjum við bara svona 20. aldar bókum þessa svona mildari versjón af sögunni af Rauðhettu, en þetta er sagan af Rauðhettu sem hittir úlfinn og úlfurinn vill fá hana til að fara út fyrir stíginn og fara og Rauðhetta vill sjá og hún vill alltaf sjá meira og meira og úlfurinn vill alltaf leiða hana lengra og lengra og á endanum þá étur úlfurinn Rauðhettu með svona mismunandi versjónu þarna milli, hvort að amman étin í millitíðinni sem nú svolítið merkileg, sko það étur engin ömmu í sko á undan, nei, aðalstekinni, en síðan kemur þessi kostulega svona mildun á sögunni í 20. aldar samfélaginu, þar sem nú ómögulegt að láta barnið deyja. Svona upphaflega útgáfan af Rauðhettusögunni var bara þannig að stúlkan fór út á götunni og þá var hún étin og þetta var mjög gagnleg saga til þessar litla stúlku sem voru sendar til ömmur sínar eða eitthvað annað væri ekki að fara út á götunni því þar voru raunverulega úlfar og þetta var raunverulega hætta, en í svona mildari versjónum sem hefðu nú aldrei sko dugað að rétta að saxneskum börnum, þau hefðu vitað alveg upp í sveitinni að slíkt væri tóm þvæla, þá kom veiðimaðurinn og náði Rauðhettubarninu alveg heilu úr maga úlfsins. Og allir þeir sem trúa því að það sé hægt að éta barn og ná svo í það heilt og lifandi út úr maga úlfsins, þeir ættu að segja já í lok ágúst. En við hin sem vitum að þetta er tóm vitleysa, við segjum nei. Takk fyrir.